Jæja, kæru samnemendur. Þetta verkefni sem ég kynnti fyrir ykkur í staðlótunni, hækka menntunarstig í Norðvesturkjördæmi, hérna koma sem sagt glærurnar, sem ég var ekki með í staðlótunni. Þetta verkefni finnst mér svo sannarlega magnað og mér finnst það koma atvinnulífinu hér í héraði og einstaklingum verulega til góða. Þess vegna finnst mér þetta heillandi verkefni, eða tilraunaverkefni. Þetta er víst ekkert annað en þá allavega. En þetta verkefni, það á sér í rauninni upphaf í janúar 2013 þegar var tilkynnt formlega að ríkisstjórnin og aðilar vinnumarkaðarins þeir ætlaðu að fara af stað með tilraunaverkefni. Tilraunaverkefni átti að hefjast haustið en undirbúningur náttúrulega fyrr og markmiðið var að hækka menntunarstig á vinnumarkaði. Þetta var samstarfsverkefni menntamálaráðuneytis og velferðarráðuneytis. Katrín Jakobsdóttir var á þessum tíma mennta- og menningarmálaráðherra og hennar starfsfólk í ráðuneytinu vann að því að koma þessu verkefni af stað ásamt starfsfólki velferðarráðuneytisins, þar sem að Guðbjartur Hannesson réði ríkjum á þessum tíma. Ástæðan fyrir þessu samstarfi var náttúrulega að yfirlýst markmið var að draga úr atvinnuleysi. Það var búið að reyna ýmislegt og þetta tilraunaverkefni er í rauninni þar sem að er í rauninni, já, framhaldið af því. En markmið verkefnisins þau voru meðal annars að athuga hver þörfin er fyrir endurmenntun og þróa semst í framhaldinu samstarf eða samstarfsverkefni á milli ýmissa aðila sem sjá um menntun, til dæmis símenntunarmiðstöðva, framhaldsskóla og háskóla. Það átti líka, náttúrulega eins og ég sagði áðan, að draga úr atvinnuleysi og að leggja grunn að svona hækkuðu menntunarstig til framtíðar. Þetta væri ekki svona Þetta átti ekki að vera svona eitthvað innskot í smá tíma og svo myndi þetta bara sigla sinn sjó, heldur átti þetta að vera svona grunnur að einhverju stærra. Tengslin með atvinnulífi átti að vera sterk og þetta snerist það að meta, innleiða og þróa matskerfi á fyrranámi og raunfærni, meta þá færni sem að einstaklingar hafa sem eftir að hafa unnið jafnvel lengi við sömu starfsgrein. Það snerist líka það að þróa námsleiðir í samstarfi við atvinnulífið og finna út hvaða nám vantaði inn á ákveðin svæði og hvaða viðbóta þekkingu eða þjálfun vantaði fyrir starfsmenn á þessu svæði. Námsleiðin nám er vinnandi vegur sem var fyrir atvinnuleitendur féll inn í þetta og það er náttúrulega alveg hægt að hugsa sér þannig að Norðvesturkjördæmi er gríðarlega stórt kjördæmi. Það eru töluvert ólíkar þarfir hér til dæmis í uppsveitu Borgarfjarðar, þar sem ég bý, þar sem er mikið landbúnaðar hérað, eða til dæmis bara á Flateyri, þar sem að sjávarútvegurinn er ríkjandi. Og svo náttúrulega enn annað kannski í Dölum eða Snæfellsnesi. Þannig að það þurfti að kortleggja nákvæmlega hvað henta á hverju svæði því að það var rauninni ekki hægt að finna eina lausn og smyrja henni út á allt svæðið eins og hefur kannski svolítið oft verið lausnin. Það er að segja eitthvað sem er sett af stað og bara fellur sjálft sig vegna þess að það hentar ekki svæðinu nema litlum hluta af því. En verkefnistíminn, hann átti að vera í 1 ár. En svo kom náttúrulega til seinna, þetta var framlengt 1 ár í viðbót með ákveðnum svona viðbótarverkefnum sem ég kem að seinna, en verkefninu lýkur formlega í febrúar 2015 fyrir ekki. Þetta er vitleysa hjá mér, þetta var í febrúar 2015. Það voru valdar tvö tilraunasvæði. Tilraunasvæðin voru sem sagt Norðvesturkjördæmi, eins og ég nefndi hérna áðan, og svo Breiðholtið í Reykjavík. Ástæðan fyrir því að þessar staðsetningar voru valdar er að menntunarstigið þar er lægra en á landsvísu, sem er svolítið magnað, vegna þess að hérna í Norðvesturkjördæmi þar höfum við til dæmis mikið af öflugum fræðslustofnunum, til dæmis 3 símenntunarmiðstöðvar, 5 framhaldsskóla, 3 háskóla, háskólasetur. Já, en þetta dugar samt ekki til. Menntunarstigið er samt lægra, en það er mismunandi eftir svæðum. Svolítið. En það kostar svolítið að fara í svona verkefni og fjármunirnir þeir koma frá ríkinu og þeir koma líka frá atvinnulífinu.
Það hagsmunamál fyrir okkur öll að það séu færri sem eru án atvinnu og líka það að fólk mennti sig til að hafa réttindi í sínu starfi. Það má svo náttúrulega vissulega færa rök fyrir því að hæfni starfsfólks eykst með aukinni þekkingu. Með aukinni hæfni getur fólk fengið betra starf, betri laun og verið svona, já, öruggara með sjálft sig í starfi og bjartsýnna á lífið og tilveruna. En samningurinn var undirritaður í júní 2013 þetta verkefni og þá var búið að skilgreina verkefni betur og það var gerður samningur við Háskólann á Bifröst að stýra verkefni hér í Norðvesturkjördæmi. Vilhjálmur Egilsson, rektor Háskólans, hann formaður verkefnastjórnar og framkvæmdastjóri verkefnisins frá upphafi og þessi sömu aðilar hafa við í þessu frá upphafi, framkvæmdastjóri verkefnisins sem Geirlaug Jóhannsdóttir. Hún hefur starfað lengi í Háskólanum á Bifröst, kennt þar og í leyfi frá skólanum á meðan hún stýrir þessu verkefni. En stjórn verkefnisins skipa fulltrúar atvinnulífsins, stéttarfélaganna, sveitarfélaga og skóla og fræðslustofnana hér í kjördæminu. Grunnvinnan í rauninni fór þannig fram að markhópurinn var skilgreindur. Þessi sem eitt átti að reyna að ná til í gegnum þetta verkefni. Ég get alveg sagt ykkur það að upphaflega þegar ég heyrði af þessu verkefni þá heyrði ég bara þessa grunnvinnu, heyrði aldrei neitt hvað þetta koma þar á eftir og ég hafði nú kannski ekki mikla trú á þessu í byrjun. En þessi grunnvinna, það kom náttúrulega í ljós að hún skipti gríðarlega miklu máli og það var miklu púður í eitt í hana sem betur fer. Þannig fer þetta almennilega af stað, vel af stað og vinnan sem á eftir kemur byggir því á sterkum grunni. En þessi markhópur, hann var ekkert endilega bara Íslendingar sem höfðu flosnað upp úr námi strax eftir skylduna eða einhverju sem kannski höfðu litla fótfestu hér og þar, heldur voru tekin viðtöl við alls 700 manns, þar af 600 Íslendinga. Hinir 100 voru íbúar sem af erlendu bergi brotnir sem höfðu sest að hér í kjördæminu. Viðtölin tóku töluverðan tíma en þó ekki það langan tíma að fjármunirnir væru búnir eftir þeirra grunnvinnu. En þetta var líka atvinnuskapandi því að 12 manns fengu vinnu við að taka þessi viðtöl og forvinnan var unnin af þeim og svo verkefnisstjórninni. En markmiðin með þessu verkefni sem var svo unnið að í rauninni í kjölfarið á þessum viðtölum, úrvinnslum, og þau eru að kanna þörf meðal einstaklinga á vinnumarkaði fyrir menntun og gera tillögur að námsúrræðum, stuðla að auknu samstarfi menntunar aðila, þróa og gera tillögur með aðferðir sem auðvelda mata fyrir nám og reynslu, kanna þörf fyrir námsstyrki og meta kostnað við einstök verkefni og verkefnaþætti. Já, þetta er sérstaklega sem átti að fylgja þessu sem ég var að segja áðan. En niðurstöðurnar á viðtölunum, þær sýndu mjög skýrt að það skortur á iðnmenntuðu fólki í Norðvesturkjördæmi og það þörf á námi tengdu sjávarútvegi, matvælaframleiðslu og þjónustu og það kom fram að algengasta ástæða þess að fólk hættir í námi áhugaleysi, fjárhagsástæður og fjölskylduástæður. Og svo náttúrulega kom fram að þeir útlendingar sem rætt var við, þeir hugðust flestir búa hér áfram næstu árin að minnsta kosti og þeir teldu sig þurfa að læra meiri íslensku. Og þar komum við að mínum smáa þætti í þessu stóra verkefni. Ég starfa sem verkefnastjóri við tilraunaverkefni í íslenskukennslu þessa dagana. En það, eins og ég kom fram að áðan, þá búið að lengja þetta verkefni 1 ár og þetta viðbótar ár, það átti að skila því í viðbót að efla ráðgjöf við þessi fyrirtæki sem að starfinu koma. En hin fyrri markmiðin eru í gildi ennþá. Það átti að efla ráðgjöf nám á vinnustað
Það átti að auka enn frekar samstarf atvinnulífs og fræðsluaðila í kjördæminu þetta starfstengda nám og það átti að reyna að fjölga þessum einstaklingum sem ljúka iðnnámi og efla íslenskukunnáttu innflytjenda. En svona utan dagskrár ekki varðandi þetta verkefni heldur almennt þá hefur iðnnemum fækkað. Það nú bara staðreynd. En það átti sem sagt að gera átak í þessu raunfærnimati og starfstengdu námskeiðum og sem sagt svo átti líka að meta árangurinn af þessu verkefni og það átti sem sagt að meta hann með því að ná ákveðnum markmiðum. Að fyrirtækjum sem fjölga sem að bjóða upp á starfstengd nám, þeim myndi fjölga um 120 sem sagt 10 á mánuði, þessa 12 mánuði. Það að veita meiri ráðgjöf til þess að þetta gengi eftir. Ég veit ekki hver staðan á þessu er núna. Og markmið að 60 manns á svæðinu fari í raunfærnimat. Raunfærnimatið er á fleiri tungumálum heldur en íslensku og ég veit að fyrsti íbúinn af erlendum uppruna sem fór í raunfærnimat, hann fór þar núna í október, ég held ég fari alveg rétt með það, og það var að mig minnir í húsasmiði. Það var með líka markmið að 75% af þessum 60 sem fari í raunfærnimat myndu halda áfram í nám. Þess að þeir fengi að vita hvað vantar upp á og þá getur þið farið að klára sitt nám. Ég veit ekki hver staðan er á þessu. Svo var eitt markmið en var að 15 framhaldsskólanemendur sem hafa hætt námi að þeir myndu fara aftur í nám. Ég þekki ekki hver staðan er á þessu en hins vegar þá er það staðreynd að eldri nemendur sem hafa hætt í námi og farið aftur í skóla, þeir hafðu náttúrulega betri tækifæri til þess eftir að þessum framhaldsskólum fjölgaði í þessu kjördæmi hér. Þú þurfaðir ekki að fara eins langan veg. Og svo eru ýmis úrræði sem hafa bæst við, eins og með menntastoðir, sem er svona blanda af staðlótum og fjarnámi. Og svo náttúrulega háskólabrúin á Bifröst. Og svo var það að setja markmið sem snýr svolítið að mér. Það var að 25% útlendinga á íslensku námskeiðum náðu verulega góðum árangri. Það er að segja náðu þeim árangri að geta haldið upp í samræðum á íslensku. Þó að ég og fleiri frábærar íslenskukennarar höfum komið að þessu lið, þá ætla ég ekki alveg að fullyrða hvort það er hægt að mæla þetta markmið. Það skiptir náttúrulega miklu máli í þessu samhengi hvar nemendur eru staddir í tungumálakunnáttunni áður en námskeið hefst. En svona sem samantekt, þá vil ég nefna að ég hef mikla trú á afrekstri þessa verkefnis. Það styrkir og eflir starfsfólk að hafa meiri þekkingu á sínu starfssviði. Aukin þekking eykur metnað og atvinnuleysi hefur minnkað. Þetta verkefni er vel upplagt, þetta er flott plan, það er vel skipulagt, utanumhaldið hefur verið mjög gott. Það er mælanlegur árangur, það er engin vafi á því og þetta eykur vissulega bjartsýni. Í mínu sveitarfélagi þá er prósentan atvinnulausum svo sama eins og var fyrir hrun. En 2010 var þetta líklega nálægt í að vera 8, 9, 10%. Núna 2,4 líklega. Og mér finnst alveg, í rauninni magnaður þáttur í þessu verkefni að nýbúar fá tækifæri til að fá sér menntun metna. Við vitum það að við erum með fullt af háskólamenntuðu starfsfólki hérna sem fær eingöngu vinnu í láglauna störfum vegna þess að það fær sína menntun ekki metna en sem sagt nú geta þær bæði farið í á það að fá mentunina metna og eins farið í raunfærnimat. Ég vona að verði framhald á þessu verkefni einhverju svipuðu, svo sannarlega, það kom ekki stopp. Þetta er líka atvinnuskapandi í héraðið og þetta eykur vissulega bjartsýni.